Já, ég heiti Viðar Halldórsson, ég er lektor í félagsfræði og íþróttaráðgjafi. Já, ég starfa sem sé við það, ég er starfi í Háskóla Íslands, þar sem ég vinn við að gera svona rannsóknir á afreksfólki, mikið til, afreksfólki í íþróttum og öðrum sviðum og er að skoða svona hvað þarf til að ná árangri og hugafar, einstaklinga, umhverfi og svo framvegis. Svo vinn ég líka við það að hjálpa íþróttamönnum og íþróttafólki við að ná árangri. Eins og bak við tjöldin með þetta, vinn með liðum, vinn með einstaklingsíþróttamönnum og vinn með liðum sem var til dæmis orðið Íslandsmeistarar í meistaraflokki í fótbolta, handbolta, körfubolta, blaki og íshokkí, hópfimleikum og fleira og einstaklingsíþróttamönnum og við það svona að temja sér góð viðhorf, gott hugafar, góð vinnubrögð sem að ýta undir árangur. Það er alls konar rannsóknir, það er bæði hægt að gera þær svona með alls konar, bara með viðtölum eða með spurningalistum, með einhvers konar greiningum, notum kenningar til að hjálpa okkur að skilja og skýra hlutina eins og íslenska handboltalandsliði, sem er frábærum árangri gegnum tíðina. Þá bæði svona viðtöl og alls konar svona horfa á leiki, greina leiki, alls konar hluti í því sem að hjálpa manni að skilja hvað er á bakvið. Þannig það er alls konar aðferðir sem notaðir í því til að svona átta sig á svona, hvað þarf til og hvað, svona, hvað einkennir þá sem standa sig vel svona, árangri frá þeim sem ná ekki árangri kannski og ná ekki í gegn. Það er ýmislegt svoleiðis. Það er margt í því, það er ekki endilega einfalt svar en það sem ég myndi segja kannski væri svona ef við ættum að taka nokkuð lykilþætti. Á fyrsta lagi að íþróttamenn þurfa að hafa ótrúlega gaman að því sem ég gera. Það þarf að vera alveg brennandi áhugi. Og ef þetta er ekki brennandi áhugi þá ertu ekki líklegur til að leggja það á því sem þarf. Það þarf að æfa mjög mikið, það þarf að aga og skuldbinding og allt það. Og ef þú hefur ekki rosalega áhuga þá ertu líklegur til að sleppa æfingu morguninn eftir eða vaka lengur eða sleppa þessu og verða svona kærulaus með þessa hluti. En ef þú hefur brennandi áhuga ykkur, þá ertu líklegur til að fara fyrir að sofa og til að taka æfingu morguninn og borða rétt og allt þetta. Og það er líka í keppni að svona, maður verður að hafa svona njóta það sem maður er að gera og leikmenn sem njóta sín á vellinum eða í það sem maður er að gera, hefur líklegur til að standa sig betur og allt það. Og svona, þannig það er eitt. Hitt sem við nefna kannski er að vera sterkur í mótlæti. Og það er algjörlega held ég það sem skilur þá að sem að ná lengst og þá sem að hellast úr lestinni. Það er fullt af íþróttafólki sem hefur hæfileika, sem hefur bara góða tækni og hæfileika í íþróttum en nær aldrei markmiðum sínum með þangað sem ætlar. Vegna þess að miklu leyti að fyrstulega er það ekki auðvelt og öðrulega vegna þess að það svona er ekki nógu, hvað ég segja, það er ekki nógu svona, það nær ekki að vinna sér gegnum mótlæti og eins og ég segi það lenda allir íþróttamenn í mótlæti aftur og aftur, það er alltaf verið að testa okkur. Það er eitthvað sem að við erum í hópíþrótt og það er eitthvað sem við erum tekin út á liðinu og þjálfarinn hefur ekki trú á okkur og við lendum í meiðslum og markaskorur sem skorur ekki mörk og svo framvegis. Við erum alltaf að lenda í einhvers konar mótlæti og auðveldasta í heimi í mótlæti, það er bara að missa móðinn og gefast upp. Það geta það allir. En það þarf svolítið sterk bein og flott hugafar og til að láta mótlæti hjálpa sér, bara gera betur og gefast ekki upp og halda áfram og allt það. Og það er það sem að flestir flaska á og klikka og þeir gefast upp í mótlæti. Og það er kannski þessi helsti hugafarslegi þáttur sem mér finnst skipta máli. Að gefast upp í mótlæti eða láta mótlæti hjálpa sér. Ef að þjálfarinn hefur ekki trú á mér eða eitthvað slíkt, þá þarf ég bara að gera eitthvað öðruvísi. Ég þarf að æfa meira, ég þarf að fara fyrr að sofa, ég þarf að koma ferskar á æfingar, ég þarf að nýta tækifæri mín, ég þarf bara að leggja meira á mig. Og ég segi stundum sögu af Ólafi Stefánssyni, handboltamanni, þegar hann var svona 17 ára, þá var hann ekki valinn í 40 manna landsliðsúrtak 17 ára landsliðs í handbolta. Hann var ekki einn af 40 bestu á Íslandi, hann var ekki valinn í hennar 40 manna hóp. Og hann var mjög ósáttur við það, taldi hann eftir heima hana og allt það. En hvað gerði hann í staðinn fyrir bara svona að vera fúll og pirraður og gefast upp? Þá fór hann bara að gera eitthvað meira. Hann bara fór að æfa meira, fór að mæta með eitthvað svona lóð sem að batta á ökklana á sér til að
eitthvað styrk og hann fór að horfa á leiki með rússneska landsliðinu til að læra taktík og kerfi, hann fór bara að gera meira. Og svo bara kemur hann inn með svakalega þekkingu og bara verður besti íþróttamari sín íþrótt í heiminum. Þannig að meðan að flestir og langflestir hefðu svona bara, ok, það er ekki trúað mér, ég er ekki nógu góður handboltamaður og allt þetta og það er svona smá saman bara gefist upp og ekkert orðið úr þessu. Þetta er það sem að ég myndi segja var algjört lykilatriði, það er að vinna sig gegnum mótlæti vegna þess að lenda allir í mótlæti. Það er einhver sem ekki trúið okkur hlutinni gangi ekki upp, mér gengur ekki vel, þetta er ekki skemmtilegt og allt það. Það er að vinna sig gegnum þessa kafla sem er lykilatriði, finnst mér. Hvað sé ég, sameiginlegt í þeim. Það er nú kannski ekkert endilega eitthvað eitt. Það er þeir eru mjög misjafnar týpur. Þannig að svona, og sinna alltaf misjafnum hlutverkum, við tölum boltaíþróttir og misjafnandi hlutverk á vellinum. Markaskorar eru öðruvísi týpur en þeir sem eru varnarmenn eða eitthvað annað allt þetta. Markmenn eru öðruvísi týpur en aðrir og allt það. Það eru mjög misjafnandi týpur. En það sem þeir hafa kannski svona sameiginlegt er að þeir leggja sig rosalega hart fram. Þeir æfa vel, leggja sig fram, leggja allt undir, þeir svona kannski gefa sig alla í verkefnið, æfa mjög vel og þeir hafa mikinn metnað að ná árangur. Það er bara, þetta er þeirra leið, þetta er eitthvað sem þeir ætla sér virkilega, Það er kannski eitthvað svoleiðis sem er helst, en þetta er mjög ólíkt fólk að upplægi og menn halda stundum að afreksfólk í íþróttum bara sé alveg með þetta. Við höldum það stundum að leiki allir í höndunum, en þetta sé bara ekkert mál. En bara afreksmenn sem eru að keppa út í heimi í fótbolta eða handbolta eða hvað sem er, þeir eru líka að glíma við það að sjálfstraustið er ekki gott og hafa áhyggjur af ykkur og allt það. Þannig að þetta er engin ofurmenni, þetta er bara venjulegt fólk. En venjulegt fólk sem hefur lagt rosalega hart að sér, lent í margs konar mótlæti en unnið sig í gegnum og lært það smátt og hefur svona náð einhverju tökum á þessu. En þetta er ekkert ein týpa, en það er svona kannski helst þetta bara mikill metnaður, þrautseigja, gefast ekki upp og halda alltaf áfram. Það er kannski svona það sem einkennir það. Ég reyni að hjálpa þér með því að nálgast hlutina á ákveðinn hátt. Það er til dæmis ekki góð leið að fara í keppni og hugsa bara ég verð að vinna eða ég er bara svona vera hræddur við að gera mistök til dæmis. Það er bara vola margir íþróttamenn sem eru svona hræddir við að gera mistök, fara inn á völlinn í keppnina og eru alltaf svona með varana á og eru að passa sig að klikka ekki. Það er mjög slæmt viðhorf og hugafæri í íþróttum. Maður á þvert á móti að fara inn í mót með það bara, að vera ekki að hugsa mistök og reyna að njóta sín og hugsa frekar ekki mistök, heldur svona tilraunir. Fótboltamaður sendir í fótbolta sem að fær 10 færi og skorar einu sinni. Hann er bara hetjan samt sem maður, þá þurfir hann að hafa tekið 10 tilraunir í góðum færum, skiljið þið. Þannig er engin árangur nema að gera fullt af tilraunum. Og það bara skiptir máli hvernig við nálgumst þetta. Og það er margir íþróttamenn sem eru svo hræddir við að gera mistök. Ef þeir gera eitthvað sem gengur ekki upp, þá færa þær að vera svona hafa ágjör af þessu, þetta er ekki minn dagur og alls konar svoleiðis hlutir. Ég er að hjálpa þeim að hugsa hlutina öðruvísi. Hugsa á því þessu tiltekna dæmi sem bara, þetta var tilraun sem heppnaðist ekki, en ég ætla að gera fleiri tilraunir. Og það er stundum oft sagt að eins og í þessum hópíþróttum eða svona boltaíþróttum að liðið sem gerir fleiri mistök eða liðið sem gerir fleiri tilraunir það vinnur. Því þeir eru ágengari, taka skarið, í staðan fyrir hinir sem er alltaf að passa sig. Í handbolta er ekki að sækja vörninni og bakur í fótbolta sem vill ekki fá boltan, skiljið, svoleiðis hlutir. Þannig að það er svona hjálpaði til hvernig það á að nálgast verkefni. Það er svona það sem ég geri einhver leyti. Já, kannski með afreksmennsku að þetta er náttúrulega ótrúlega erfitt og krefjandi að vera afreksmaður. Ef þetta verður auðvelt, þá verður þetta ekkert merkilegt, skiljið. Og það er þetta að þetta er erfitt vegna þess að það er ákveðnir þættir maður þarf að vinna með sjálfan sig, maður þarf að vinna, það eru andstæðingar, það er alls konar, þegar það fer að ganga vel þá kemur athygli, skiljið. Það er margir erfitt með að höndla athygli og það er maður góður við sjálfan sig og allt þetta, skiljið. Og meiðsli og maður þarf svolítið heppni, maður vinnur sér hann inn að einhverju leyti með að vera duglegur.
en þetta þarf svolítið að ganga upp og maður þarf að hitta á það á réttum tíma. Þannig að þetta er ekki einfalt, en ég segi það geta þetta margir ef þeir temja sér góð vinnubrögð, gott hugarfar og allt þetta, góðan lífstíl. Það er allt hægt, en menn þurfa að vita það að þetta er ekkert sko, þetta er grýttur vegur og þetta er alltaf erfitt. Og líka bara þeir sem eru komnir í atvinnumennsku til dæmis íþróttum, lífið er ekkert endilega auðvelt, það er alltaf nýtt challenge og bara, þú veist, leikmenn í atvinnumennsku erlendis sem eru bara í góðri stöðum og heldur að sé bara allt frábært og það er bara, þeir eru bara stressaðir vegna það er verið að kaupa nýjan mann í stöðuna mína, þú veist, því að það líður ekki ánægt með mig og það er alltaf eitthvað að gerast og þetta er bara, þetta er ekki auðveldur bransi, sko, en hann er ótrúlega skemmtilegur, sko, þegar vel gengur. Þeir sem hafa æft og náð árangri og búin að æfa í mörg ár og lendi í fullt af vonbrigðum og meiðslum og alls konar, að þegar þeir ná í gegn eftir að hafa haldið áfram aftur. Þetta er bara besta sem við gerst í lífinu, bara ég myndi gera þetta alltaf aftur, fattið þið, sko. Þannig að þetta gefur ótrúlega mikið, þannig, en þetta er ótrúlega svona krefjandi og þá sem fara þessa leið, þannig að það er svona, þetta er ekki auðvelt en þetta er alveg hægt fyrir þá sem hafa metnað, vilja, góð lífstíl og velja sér íþrótt sem liggur svona vel fyrir þeim. Stundum finnum maður sér betur í sumum íþróttum, maður er ekkert endilega að fara í vinsælustu íþróttina, maður er að fara í þessi íþrótt sem maður svona líður best í og svona, maður fílar sér best í, sko. Það er eitthvað tenging þar á milli, sko. Fullkomni íþróttamaður er í frábæru formi. Hann er alltaf að leitast eftir að bæta sig, hann er aldrei bara saddur og sáttur, sko. Hann er með góður í mótlæti, mikið metnað, og það er svo misjafnt eftir íþróttum, einstaklingsíþróttum, þá þarf þetta að vera mikill egóisti, hugsa bara sjálfa aðeins svolítið og allt það. Í hópíþróttum þá þarf þetta að vera með svona miklu sterkari hópsýn, sko, og allt það, þannig að þetta er svona, en allavega þú veist það verið toppformi, það verið sterkur andlega og bara hafa mikla þrautseigju og gefast aldrei við þrátt fyrir mótið. Takk hérlega fyrir þetta. Takk hérlega.